Gaman hérna í dag. Ég gat ekki verið með ykkur. Búið að vera mikið að gera í fjárhagsáætlanagerð og ég er að fara í frí á morgun. Heila 11 daga, þannig að það er búið að vera smá sprettur í vikunni. En já, ég var beðinn að ræða hérna aðeins lausnir, svona samþættingarverkefni hjá Kópavogsbæ og það eru nokkur verkefni sem við höfum verið að vinna með VÆS í og ég ætla svona aðeins að fara yfir það svona, og hugmyndina á bakvið bara almenn hugmyndina samþættingu. Svona til að byrja með þá kannski aðeins að fara yfir, Kópavogsbær hefur nú sett sér stefnu, bæði almenna stefnu og svo framtíðarsýn og í framtíðarsýninni kemur skýrt fram vilji Kópavogsbæjar til þess að nýta sér upplýsingatækni og við höfum svona verið að sinna því eins vel og við getum. Og svona kannski undirstefna okkar í upplýsingatækni hjá Kópavogi við reynum að hafa þetta bara einfalt og setjum þetta upp í svona 4 megin áherslur. Það er að auka skilvirknina, auka öryggið, gegnsæið og síðan gæðin. Að upplýsingatæknin semst á að stuðla að þessu öllu saman. Og sérstakt verkefni sem við tökum að okkur í upplýsingatækninni erum við þá að meta út frá þessu þáttum. Hversu vel er þetta að bæta skilvirknina? Eru gæðin með þessu að aukast og öryggið? Og svo er krafan gegnsæi alltaf til staðar. Eitt af því sem að skiptir máli í varðandi alla þessa þætti er að halda vel utan gögnin okkar. Gögnin eru það sem allt snýst ekki rétt. Gögnin sem verða til í starfinu og í öllum ferlunum. Og það sem við höfum verið að gera er að við höfum verið að byggja upp vöruhúsgagna sem eru sem sagt sjálfstæður gagnagrunnum að segja fyrir utan þessi hefðbundnu viðskiptakerfi okkar. Þannig að við erum að taka gögnin úr viðskiptakerfunum eins og Navision og færa þau yfir í alveg sjálfstætt kerfi sem er þá vöruhúsið okkar og svo til þess að vera að flækja í málinu ekki of mikið þá er annað hugtak sem heitir svona masterdata gagnagrunnur eða við köllum gagnaskiptistöð að við höfum haft það bara á sama server hjá okkur á sama nettjón. En við erum semst að þá líka að hugsa það þannig að gögnin sem verða til í kerfinu að það er einhver uppruni gagnanna. Þannig að við séum ekki að viðhalda sömu gögnunum á mörgum stöðum. Og við höfum verið að leggja áherslu á þetta að þannig og þá þurfum við samþætta lausnirnar. Við þurfum semst að láta lausnina sem er skilgreind sem eigandi einhver ákveðna gagna, segjum til dæmis bara titill starfsmannsins. Hann er náttúrulega eigandinn, þar er mannauðskerfið okkar og mannauðskerfið okkar er í SAP í dag. Og þannig að titillinn fer á ferð, hann fer inn í gagnaskiptistöðuna og svo sækja öll hin kerfin titilinn. Þannig að við séum ekki að viðhalda honum inn í öllum undirliggjandi kerfum. Og titillinn ég held að titillinn komið fram í einhver 8 lausnir hjá okkur sem titillinn kemur fram í. En þá leið og þau breytt á einum stað, þá breytist það sjálfkrafa öllum hinum 8 stöðum. Og þetta er gríðarlega mikilvægt til þess að auka skilvirkni ekki rétt. Og gæði og öryggi að því með þessu geta starfsmenn ekki verið með marga mismunandi titla, heldur er titillinn bara ákveðinn af mannauðsdeildinni með einhverju vottuðu ferli og dreifir síðan kerfið. Og síðan er hugsunin náttúrulega hefðbundin hugsunin með vöruhús er að þá líka gefst kostur til þess að búa til skýrslur og hafa betri yfirsýn yfir starfsemina. Og við höfum verið að byggja upp svona nokkra skýrslur eins og mánaðarskýrslan hjá okkur sem kemur út sem er gerð í Power BI og vinnur ofan á gögnum vöruhússins.
að við erum á þessari vegferð, þannig að við erum ekki alveg komin, eins og við sjáum, þetta staðan og síðasta afurðin okkar síðan sem við höfum kallað mælkó, sem að líka vinna með þá öll gögnin sem koma fram í vöruhúsinu og skiptistöðin okkar og getur þá gert sjálfvirka mælingar á árangri hjá okkur. Þetta tengist allt samþættingu lausnanna hjá okkur. En hver áhersla svona almennt í samþættingunni? Fyrsta, við erum á þeirri vegferð að útrýma gagnaskiptum með skrám. Og þið væntanlega kannist við þessa leið. Þetta getur verið þægileg leið þegar þú ætlar að færa gögn úr einu kerfi yfir í annað, að vista sem command separated file eða bara Excel og lesa það síðan inn í hina lausnina. En það sem gerist þá náttúrulega að skráin er í hættu og hún gæti hugsanlega skemmst eða þú getur óvart lesið inn vitlausa skrá eða sem gæti verið ennþá verra ef einhver myndi hugsanlega breyta skráni áður en hún fer inn í hitt kerfið. Þannig að við viljum helst ekki bara eiga þá hættu að gögnin fari þannig á mis. Svona 3 atriði sem við erum að fókusera núna á og við erum að fókusera á þessi atriði líka í samskiptum okkar við birgja eins og Væs og aðra birgja hjá okkur. Að við viljum semst að alltaf sé hægt að færa gögn í lausnina sem við erum að kaupa eða úr lausnunum sem við erum að kaupa. Og auðvitað skiptir gríðarlega miklu máli að passa þá upp á aðganginn, ekki rétt, og passa upp á að allir svona flutningar á gögnu séu skráður í atburðaskrá, þannig að það sé hægt að rekja og rekjanleikinn þarna, gegnsæið, sé til staðar. Og svo þriðja sem svona kannski metnaðarfullast af þessu öllu saman, það að við erum að stefna á það að lausnirnar okkar séu þannig úr garði gerðar að þær bjóði upp á að við getum framkvæmt aðgerðirnar sem eru unnar í lausnunum fyrir utan lausnirnar. Og þá erum við að byrja að rýma fyrir vitvélum. Það er nú mikið verið að tala um fjórðu iðnbyltinguna undanfarin ár og við verðum að fara að undirbúa þetta. Og þetta mun alveg klárlega skila okkur heilmikilli aukinni skilvirkni að sjálfvirkuvæða aðgerðir inn í viðskiptalausnunum. Og við sjáum, það eru fullt af ferlum hjá okkur sem við sjáum að við getum gert sjálfvirk. Sumir getur sagt, heyrðu, hvert það eiginlega að stefna? Ætlið þið að gera allt verður þetta ekki drepleiðilegt að vinna í umhverfi eða búa í umhverfi sem meira og minna sjálfvirkt, en auðvitað þarf að vanda vel til og fylgjast með og hafa eftirlit með sjálfvirkninni og það sem vinnst náttúrulega að með sjálfvirkninni ættu gæðin að aukast og hraði þjónustunar þjónustan ætti að vera hraðari og það er hægt og við erum að sjá þetta í ýmsum lausnum þar sem að vitvélar eru beinlínis að eiga samskipti við þjónustuþegann og síðan að þegar að kemur niðurstaðar úr einhverju samtali að þá er farið í undirliggjandi lausnir og bara farið í framkvæmd. Þannig að þetta við vitum ekki hvað þetta gerist hratt. Ég hef alltaf haldið að þetta myndi gerast miklu hraðar eftir að ég útskrifast. Maður stúderaði gervigreind sjálfur á 9. áratugnum og það er svolítið langt liðið, en það er ýmislegt að gerast núna og við þurfum að vera viðbúin til þess að geta stokkið á þessi tækifæri. En
það eru margir hérna frá minni sveitarfélögum og við höfum nú rætt oft mikið saman samstarf og ég held að það er gríðarlega mikilvægt að þegar við förum þessa vegferð að við séum ekki öll að finna upp hjólið. Og ég hef einmitt talað við Fjólu á sambandinu, hún er nýr verkefnastjóri í einmitt í stafrænni vegferð sveitarfélagana og ég held að sé upplagt að með hennar starfi reynum við að auka samstarfið og læra betur á hver öðru og jafnvel að skiptast á verkum þannig að kannski Kópavogsbær tæki kannski einhver verkefni og svo tæki einhver aðrir leiða önnur verkefni og þannig myndum við vinna saman að þessu og þá myndu kannski fleiri hluti geta gerst á styttri tíma. Ef ég tengi þetta aðeins við það sem ég svona aðal áherslunni hjá okkur þá náttúrulega þá svona ég fannst þetta kannski hefði ég getað sleppt þessari glæru en að það með því að auka sjálfvirkni þá náttúrulega verður heilmikil vinnusparnaður og öryggi náttúrulega við minnkum möguleika á mistökum eða misferli ef því er að skipta þó það sé náttúrulega við erum ekkert að vænta þess að það er ágætt að vera öruggur og svo er hægt að hafa sjálfvirkt eftirlit með þessum atburðum sem eiga sér stað í lausnunum okkar. Gegnsæði náttúrulega, þar skiptir gríðarlegu máli að vera með þessa atburðaskrá. Hvað gerðist? Hvað gerði sjálfvirka keyrlan? Hvenær keyrði hún? Á hvaða aðgangi var hún keyrð? Og hvað nákvæmlega gerði hún? Þannig að sé þá hægt að, ef það verða mistök, að það sé hægt að leiðrétta þau og allavega að sjá nákvæmlega hvað var að gerast í þessari sjálfvirku vinnslu. Og svo gæðin, náttúrulega ætti að vera miklu minni villuhætta þegar að svona lausnir eru orðnar vel prófaðar og reyndar og eins og ég talaði áðan, hraðari þjónusta og svo einnig að með aukinni rafvæðingu og sjálfvirkni að þá getum við líka aukið sjálfvirkar mælingar, sjálfvirkar árangursmælingar og sum ykkar hafa nú heyrt mig talað lausn sem hefur verið svona mikið hugarfóstur hjá mér, það er lausn sem heitir Mælkó, svona byrjaði sem vinnuheiti en er orðið svolítið fullorðins lausn og ég gat ekki annað en að setja eina glæru úr Mælkó hérna. En það er ég var einmitt að kynna Mælkó fyrir sveitarstjórnarráðuneytinu og samgönguráðuneytinu og þá tókum við dæmi hvernig við getum mælt árangur varðandi þennan samgöngusáttmála sem að nýverið var gerður á milli ríkis og sveitarfélaga. Og þetta er svona bara ein skjámynd, ég varð að sýna hana. En þetta tengist eins og ég segi, náttúrulega sjálfvirkni og samþættingu, af því þarna geta þá komið hugsanlega mælingar út úr alls konar undirliggjandi lausnum sem að koma þá sjálfvirkt inn í Mælkó og hægt er að byggja upp árangursvísitölur og fylgjast með hvað er að gerast í umhverfinu okkar. En þið fáið alveg örugglega að heyra Mælkó betur síðar. Ég lofa ykkur því. Við höfum verið að vinna nokkrum samþættingarverkefnum með VÆS og þau hafa gengið mjög vel. Við höfum verið að leggja mikla áherslu einmitt á að vefþjónusturnar verði mjög aðgengilegar, skýrar og helst að þið séu staðlaðar. Þannig að við viljum nota sömu vefþjónustur fyrir svipaðar hluti. Við viljum ekki að það sé verið að sérsmíða einhverja vefþjónustur fyrir hvert tilvik, heldur viljum við nota sömu, til dæmis varðandi sjálfvirka reikningagerð, þá viljum við nota
sömu vefþjónustuna í allri reikningagerðinni og bara þá var það frekar að stýra því með inntækjunum sem fer inn í vefþjónustuna hvers konar reikningur kemur út. Og þetta eitt dæmi við sem sagt skráum sem sagt foreldrar geta sem sagt gert samning við Kópavogsbæ að kaupa ef þeir vilja. Það ekki engin þrýstingur hjá Kópavogsbæ en við höfum boðið upp á það að foreldrar geta keypt sem sagt spjöld sem við höfum verið að nota í náminu. Og þá fara þeir inn á þjónustugáttina og finna sem sagt spjald barnsins síns og fá sem sagt upp samningsform með öllum upplýsingum það spjald og klára sem sagt samninginn á þjónustugáttinni. Og þegar það hefur verið gert þá tala sem sagt þjónustugáttin eða One System við vefþjónustur á vegum VICE í Navision og stofnar sem sagt færir sem sagt þessi samning inn í þá vefþjónustu og þar verður til samningur í samningakerfinu. Það að segja þá það þannig að það skiptir máli hvenær þú gerir samninginn en það einhver lokadagsetning sem við afhendum spjöldin og ef þú gerir þetta alveg í byrjun þá færðu að kaupa spjaldið á eftirstöðum sem að vara í 3 ár. Þannig erum við að nýta kosti samningakerfisins inn í Navision og samningurinn verður bara til sjálfvirkur og svo bara byrjar hann að tikka. Þetta svona dæmi, þetta var rosalega aukið skilvirkni í staðinn fyrir að vera að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Annað dæmi sem að ég var nú að rífa þetta bara upp núna í kringum hádegisleitir, hvaða góðu dæmi við hefðum til þess að ræða og það þetta nú ekki vinsælasta lausnin hjá Kópavogsbæ, ekki fyrir þá sem að hafa verið að leggja ólöglega, en það var sem kom krafa hjá okkur að við þyrftum nú að gera eitthvað í þessu þegar að íbúar væri að leggja þannig að það bara truflaði umferð og það dugði ekkert að setja svona aðvörunarmiða. Þannig að við sem stofnuðum bílastæðasjóð og skemmtilegt við þessa lausn að í upphafi þegar það var ákveðið að stofna bílastæðasjóðinn og menn voru svona skilgreina ferlið hvernig ætti að standa þessu og þá vildu þeir aðilar sem að vildu bara gera þetta svona lín, vissi ekkert hvað þetta yrði mikið og svo heyrðu við gerum þetta bara allt á pappír. Og þá sló ég hnefanum í borðið eins og mér stundum tamt og sagði, heyrðu, þetta gengur ekki, við verðum að finna einhverja betri lausn og við verðum að það getur vel verið að þetta vindu upp á sig. Og við fjárfestum þarna í lausn sem að Reykjavík hefur verið að nota, sem er tengt við fallið fyrirtæki sem heitir Ídeka, eða hét Ídeka, en kerfið heitir ennþá því nafni. Er open source lausn, ég held að sé unnið af Litáum fyrst og fremst í dag, viðhaldið af Litáum en er í notkun í Reykjavík og við tókum þessa lausnu upp og fengum Isavia til þess að skrifa upp á við mættum nota þekkingu frá þeim að þeir voru að nota þessa lausn á svipaðan hátt og við vildum. Það er að segja við vildum að það væri auðvelt að sekta, það væri ekkert flókið, bara gegnum eitthvað app og það væri bara prentari tengdur við eitthvað spjald og leið og það var búið að taka myndirnar og setja sektarmiðan að þá vildum við ekki þurfa að hafa neitt fyrir innheimtunni eða stofnun sektarinnar í banka og þannig að við fórum og nýttum okkur, stóðum á öxlum Isavia og þróum þessa lausn áfram og núna
kemur í ljós að þetta er gríðarlegur vinnusparnaður. Það hafa komið held ég mest 20 sektir bara sama daginn. Og ef þeir hefðu verið með pappír eða pappírslaust einhvers konar, þá hefði þetta verið gríðarleg vinna fyrir innheimtudeildina og með öllu því óöryggi og óskilvirkni gagnvart íbúanum líka. En núna hefur íbúinn, hann hefur andmælarétt auðvitað, en yfirleitt andmæla menn ekki þegar sjá myndirnar og hætta við andmælin. Og þetta í dag er það þannig að það er bara lítil keyrsla í gagnagrunnum hjá okkur sem að spyr ítryggingakerfið er einhverjar nýjar sektir og spyr á 30 mínútna fresti. Þannig að við getum auðvitað aukið tíðnina ef við vildum, en þetta er í dag á 30 mínútna fresti og þá sækir hún bara sektirnar, stofnar kröfuna og krafan fer bara strax í banka. Og þannig að íbúinn þarf ekki að bíða, hann sér miðan og hann getur greitt innan klukkutíma í banka. Og allt er tilbúið í varðandi andmælin og annað. Eitt kostur sem að ég var að rifja þetta upp hvernig þetta var hjá okkur að þeir í innheimtudeildinni sjá líka, það er sérstakt langt svona ID sem að íbúinn fær á reikningin sem að þú þarft að nota til þess að fara í andmælakerfið. En innheimtan hefur líka aðgang að því ef að íbúinn vil gera upp í þjónustu verunni hjá okkur. Og það er mjög þægilegt að sjá það og þá yfirleitt sættast, eins og ég segi, sættast menn á það að þarna var ég að leggja algjörlega hólulega og var að trufla umferð. Og vonandi, tilgangurinn með þessari lausn var ekki að fá tekjur inn í bæjarsjóðinn, heldur fyrst og fremst að bara slá á puttana á fólki sem var að leyfa sér að og vonandi býtur þetta og menn hætta bara að leggja ólöglega. Þetta er alveg mjög vel heppnuð lausn og samþætting á milli þessara lausna, ítrygga og innheimtukerfisins okkar í Navision. Og þarna er linkur sem að hægt er að skoða og andmæla. Og 2 önnur dæmi, þið kannist við það að það er oft betri skil eða allan að minni vanskil ef að greitt er með kreditkorti, að menn vilja alltaf borga kreditkortareikningi sinn þegar hann stoppar svo margt annað. Og við fórum í þessa vegferð með Væs að tryggja það að við erum að nota Nóra-kerfi sem ég veit að margir eru að nota og við erum búin að samþætta þannig að þegar þú skráir barnið þitt í námskeið þá getur þú greitt með kreditkortareikning en hann bókast alveg rétt og inn í fjárhagsbókhaldið og fer á svona biðreikning þangað til að kreditkortagreiðslan kemur frá kortafyrirtækinu og þá bókast það burt, það kemur svona mótbókun og það er svona söfnunarreikningu getur við sagt. Og þetta hefur verið mjög vinsælt og við erum einmitt að skoða þetta í fleiri lausnum af því þetta er hagstæðara bara fyrir sveitarfélögin. Eins og ég segi, það eru miklu minni vanskil af kreditkortum. Og svo 4. dæmi sem ég ákvað að taka að það er nýjasta dæmið. Við fórum í útboð á nýju leikskólakerfi síðastliðið sumar og erum búin að vera innleiða tókum í notkun nýtt leikskólakerfi og líka nýtt frístundarkerfi grunnskólana, það sem er frístundur eftir skóla sem er rekið af grunnskóladeildinni og það er mikil ánægja með. Við fórum einmitt í þessa alsjálfvirku samskipti, eða þar að segja inn í völunni, þar þarna kom gæða svona málin inn í þetta líka. Við skilgreindum ferlið upp á nýtt að það væri nauðsynlegt að stjórnendur myndu
yfirfara tekjurnar sínar. Við erum alltaf að rýna gjöldin, en sem sagt oft mikið krafa að allir séu að fylgjast með gjöldunum og fara vel yfir reikningum. Það hefur verið minna það að menn séu að rýna virkilega og stemma af tekjurnar. Og við settum það einmitt í gang hjá okkur að leikskólakennararnir, leikskólastjórarnir þeir sem sagt áður en þetta fer í sendur reikningu fyrir leikskólagjöldunum, þá fara þeir yfir og sjá að þetta sé allt rétt og þá geta þeir breytt forsendum og þá kemur reikningur og þá er minni þörf á leiðréttingu síðar. Og svo rýndum við það líka mjög vel með leiðréttingafærslunar að þær eru líka alls sjálfvirkar. Það er að segja að það er hægt að keyra leiðréttingarnar sérstaklega, en þegar ef þú keyrir mánaðarlega, að þá kemur leiðréttingin sem var fyrir síðustu mánuði, að þá kemur hún til lækkunar þá í næsta mánuð eftir. Og þetta hefur gengið mjög vel. Og annað sem var svona ákvörðunaratriði hjá okkur náttúrulega í þessari uppsetningu, hvort við ættum að senda einn reikning fyrir hvert barn eða jafnvel einn reikning fyrir hvert barn og tegund þjónustu. En við sendum núna einn reikning á hvert viðskiptavin eða hvert foreldri. Þannig að ef foreldri er skráð með barn í leikskóla og í kannski 2 börn í leikskóla og 1 í frístund, þá fær það bara einn reikning. Og það er verið líka þar að halda þá kostnaðinum í lágmarki. Það kostar að stofna kröfu í banka og þá er þetta bara einn reikningur sem það þarf að greiða. Ég veit ekki, það voru að segja að ég ætti að vera, ég vil aðeins lengur heldur en ég áætla að ég myndi tala eitthvað, hvað ég búin að vera lengi? Er þetta ekki orðið gott? Er þetta ekki orðið fritt? En einhverjar bara, við getum átt eitthvað spjall, þetta er ekkert lengra hjá mér. Einhverjar spurningar þetta allt saman? Kannski eitthvað vitvélarnar? Ég veit ekki. Hvað er ég búin að vera lengi? Er það ekki? Kannski búin að vera alltaf lengi. Ég þekkti fyrir það að vera of lengi. Ég tala, sko. Ef það er engar spurningar, þá bara þakka ég fyrir mig og ítreka. Ég vil endilega að við eigum gott samstarf þessar tæknilausnar. Ég held að sé alveg nógu flókið að leysa þetta, en að við séum að leysa þetta í öll í sínu lagi, sikkur lagi, það er eitthvað sem er bara dýrara og bara flóknara fyrir öll. Takk fyrir.